Já, komið sæl. Við finnum það nú að sólin er komið það hátt á loft og hún er byrjað að verma hjá okkur og til að með þetta fengum við áttastega hita í dag. Við liggjum í köldu loftmassa þannig að þetta eru fyrst og fremst svona væg sólaráhrif getum við kallað það. En síðan náttúrulega gerist það að næturlagi að það frystir nokkuð skjótt og gerðir hörku frost nokkuð víða í síðastliðna nótt og mest 13 stiga frost. En við sáum að landið var mjög bjart yfir landin í dag, sólríkt svona víðast hvar, kannski helst að það væri bakkar hér inn á norðausturhorninu sem úti við norðurströndina. En við erum með háþrýstisvæði hér í námunda við landið og það heldur nú svona meira og minna velli til morguns og við erum eitthvað aðeins fram yfir helgina og kannski hugsanlega fram í miðja viku, en það opnast þó aðeins á vestlæga átt þegar líður á morgundaginn og það mun hafi för með sér að sennilega mun aðeins draga ský upp á himinn hér vestan til á landinu síðdegis á morgun. Og þessi vestanátt hún er jafnframt að hleypa að okkur örlítið hlýrara lofti. Við sjáum þessar hlýju tungur sem að skríða hér upp að austurströnd Grænlands og við fáum svona eitthvað snert af þessu lofti næstu daga. Þó ekki setja nú neitt svona asahláku loft, en þá ættum við allan að fá daghita víða þetta 4 til 8 stig. Á nærsviðinu þá sjáum við að það eru svona hægbreytileg 8 á landinu og sjáum hvað var bjart hér sunnan og vestan til og lítið úrkomu og keyrum síðan hreyfimyndina hér fram á morgundaginn og við sjáum að nóttina hún verður stjörnubjört víða land og væntanlega töluvert næturfrost aftur, en síðan þegar líður á morgundaginn þá verður svona meira afgerandi suðvestlæg átt hjá okkur og það dregur inn meiri raka úr vestri og væntanlega ský þá upp á himinn hér vestan til á landinu. Staðan klukkan 14 á morgun verður á þessa leið að það verður svona, kannski getur kallað skýjað með köflum norðanlands, þetta er nú mestuleyti háský en bjartara þegar sunnar dregur. Hiti þetta á bilinu 1 til 5 stig, gæti jafnvel sumstar náð nokkrum gráðum umfram það og vindur yfirleitt hægur og af vestri, en svona farið að bæta þessi hérna úti fyrir Vestfjörðum og það er svona vísbendingum sem að gerist síðan fram til mánudags. Kemur hér bakkinn inn á Vestfirði og Norðurland annað kvöld og aðra nótt, en það er nú ekki svo sem mikið í þessu, svona líður fljótt hjá og á mánudaginn þá verður ákveðin vestanátt hjá okkur, sérstaklega þá hér á norðvesturhorni landsins. Og við sjáum það betur í þessum vindatölum sem að birtast þessu kortið. Það getur hæglega slegið stormi bæði sem starf á Tröllaskaga sem á ströndum og hviður jafnvel náð yfir 30 metrar á sekúndu. Vindur hægari að öðru leyti, bjartviður og austurheilmikið landsins, en meiri líkur að það veri skýjað þegar vestar dregur og getur gert lítilsháttar úrkomu þar á köflum. Og á þriðjudaginn ætlar þetta nú verða svona nokkuð svipað nema það mun svona draga nú úr þessum mesta strengkana norðan til á landinu. Verður skýjað hér við vesturströndina, bjartviður á öðru leyti og við sjáum að hitatölur eru nú svona alveg ágætar, gæti verið þetta 8 til 9 stig norðanlands. Og síðan svona gæti þetta nú aðeins breyst svona vísbendingar það núna að hæðin muni leita til suðurs þegar líður á vikuna og það hefur það för með sér að það opnast fyrir lægðir hér úr vestri sem gæti þá komið inn með úrkomu á 5. Við sjáum það betur á morgun. Í Evrópu er svona ágætis veður vítt og breytt í álfunni og hiti þetta víða í kringum 15 stigin, sólríkt, nema ef vera skildi þá í suðurhluta Frakklands sem á Íberíuskaga, þar mun gera góða dempur á morgun og ekkert sérlega lít til að með í Madrid þar sem við spáð 10 stiga hita á morgun og þrumuveðri á köflum. Stöku skúrir á Kanaríeyjum en hiti þar 20-25 stig og svo endur við yfirferðina hér í Norður-Ameríku. Við sjáum að það er skúradempur eða þrumuveður í suðurhlutanum en svona heilt yfir ágætisveður í Norður-Ameríku. En segjum þetta gott að vera í dag, verið sæl.